á stofnun lýðveldis á Íslandi var þegjandi samkomulag milli Íslendinga og Dana að öll atkvæði í alþingiskosningum kæmu hingað til lands útfyllt af fulltrúum yfirvalda í Danmörku. Ýmsum þótti þessi skipan mála niðurlægjandi fyrir Ísland og vildu breytingar. Sérstaklega var hópur róttækra Íslandsvina andsnúinn þessu fyrirkomulagi og fengu þeir því að lokum framgeng að slitið var á öll tengsl við herraþjóðina í austri. Var þá komið á nýju kerfi sem þótti betur hæfa íslenskum raunveruleika. Voru skipaðir sérlegir landsfjórðungskjörstjórar og könnuðu þeir með fyrirfram ákveðnum spurningalistum pólitískan hug kjósenda og úthlutuðu þeim að svo búnu atkvæðum í samræmi við meintar skoðanir þeirra. Kosningarnar tóku þá fyrst á sig þá mynd sem við þekkjum í dag þegar kjördæmum var fækkað verulega eða í einungis 48 fyrir hvern landshluta. Leið voru teknir í notkun hinir sér íslensku kjörklefar en í þeim gafst frambjóðendum kostur á að tala við kjósendur sína undir 4 augu þar til þeir höfðu kosið rétt sem kallað er. En hvað ber framtíðin í skauti sér? Nú þegar höfum við séð afar fullkomnar beinar útsendingar í sjónvarpi þar sem sérþjálfaðir reiknimeistarar færa okkur nýjustu tölur á svipstundu. Fyrir fáeinum árum hefði það þótt ómögulegt. Gæti jafnvel hugsast að innan tíðar verði hægt að kjósa til Alþingis gegnum svokallaðar tölvur, jafnvel án þess að mæta á kjörstað, eða er það bara fjarlægur draumur og ógreinileg framtíðarmúsík?